Magnús Helgi Sigurðsson maður sem lætur opinberar skilgreiningar eins og örorku ekki stöðva sig. Hann stýrir sjónvarpsstöð á netinu ásamt félaga sínum Kára Vilhjálmssyni, en auk þess Magnús tónlistarmaður. Já, þessu sinni hann meðfram fullri vinnu í ost á smjörsölunni. Hér á eftir flytur Magnús eitt laga sinna, en skulum byrja á því að sjá þegar Helgi hitti Magnús og Kára á dögunum og kynnti sér starfsemi sjónvarpsstöðarinnar. Já, og Helgi heyrði líka söguna því þegar Maggi fékk að heyra það í fyrsta skipti að hann væri ekki eins og hann kallaði það sjálfur, eins og allir hinir. Á tímum ört samþjappandi eignarhalds á fjölmiðlum hafa tveir ofurhugar stofnað sjónvarpsstöðina mkmedia.is og senda út á netinu. Þeir Kári og Maggi eins og þeir eru kallaðir hófu samvinnu fyrir 2 árum, en Kári hafði reynslu úr ljósmyndun og Magga hafði lengi langað að gera meira úr vídeóáhuga sínum. Hún vantaði aðstoð manninu svona hluta til og spurði hvort ég hafði áhuga. Mér vantaði aðstoð mannu sínu tíma við upptökurnar og hann kom og reyndist mér mjög vel, ég verð að segja það. Hlauðu svolítið fyrir byrjunin. Já, já. Svona þetta kom, var náttúrulega með góðan kennari í þessu. Ég er náttúrulega með góðan bakgrunn frá öðrum stöðum sem ég hef verið að vinna. Ég kenndi hann hvernig maður á að taka myndi. Náttúrulega öðrum sem ljósmynd var þetta bara að kera mynd og stilla myndinu og tökum myndinu þarna. Myndar sem þarf náttúrulega að hreyfa til og frá. Þetta sjónvarpsstöðin mkmedia.is og við erum komin með hana Unu Birnu hérna hjá okkur og fyrst að spurning, verður þetta ekki gaman í kvöld? Ég held að það var rosalega skemmtilegt kvöld og hlakka mikið til. Maður þarf að vera svolítið pælari, það ekki, til þess að vera í svona vídeógrúski. Maður þarf að hafa svolítið þolinmæði og svona nenna að pæla í þessum tækjum, eða ekki? Jú, þess vegna get ég stundum ekki farið að sofa á nættunum. Ég bara að hugsa og spá og spekula. Það get ég gert þetta svona. Svo get ég snúið svona við og gert þetta svona. Og ef ég þannig að bara alls konar hugmyndir. Stundum get ég ekki. Rænir þetta þig líka svefni, Kári? Nei, það gerði hann ekki. Hann nú alveg sér allar pælingarnar og svo fæ ég allan hugmyndir frá honum og svo bara það framkvæmt. Eða okkur texta svona annað bara sko. Okkur hefur mistekist. En það líka bara til þess að læra það. Maggi starfar á daginn við útkeyslu hjá Osta og smjörsölunni, þar sem hann sér íbúum útkverfa borgarinnar fyrir osti og smjöri. Myndbandagerð á þó hug hans allan og ekki síst tónlistin, en Maggi semur sína eigin tónlist og spilar á gítar. Lögin hans hafa vakið athygli fyrir einlæga og opinskáa texta sem skáldið byggir á eigin lífi. Ferillinn í músíkinni hófst snemma. Hann hófst þannig að mamma mín skráði mig í gítar og síðan kom hún bara heim og sagði við mig sko að ég ætti að mæta í gítarnám á þessum stað og klukkan þetta. Og ég náttúrulega fór, læra á gítar. Eftir fyrsta tíman þá kom ég heim og hellti mér yfir mömmu. Sagði bara akkur hún væri að skrá mig í þetta. Ég er með svo klunnarlega putt að ég get þetta aldrei. Og bara hún fékk svoleiðis að heyra það. En ég gaf þessu séns. Og núna í dag þá faðmaði ég stundum mömmu mína bara fyrir að hafa skráð mig í gítar. Ég hef búin að vera með lag í hausnum lengi á gítarnum. Og samt ég texta við það lag. Síðan fór ég í stúdíó með það lag og tók það upp hjá vinum mínum. Og síðan fór þetta bara að vera gaman alltaf að fara í stúdíó. Ég tel mig vera þessi mjúki maður. Og reyna að vera eins opinn og ég mögulega get. En sumt fólk, bara fólkið mitt, það segir sko þegar ég reiðist, þá reiðist ég. En það gerist sjaldan. Maggi tilfinning að vera? Já. Annars get ég örugglega ekki búið til tónlist, því að tónlistin byggist mikið upp á tilfinningum. Viðlagið við erum ekki eins og allir hinir.
síðan breytist viðlagið í við erum eins og allir hinir. Þannig að þarna er mikið verið að segja það að við öryrkjar erum alveg svo hitt fólkið. Bara á okkar hátt. Eins og ég. Ég ætlaði mér að gera þessa hluti sem ég er að gera og ég gerði það. Að vera öryrki. Ég hef aldrei getað sætt mig við það. Síðan að foreldrar mínir sögðu mér það fyrst. Hvað varstu gamall þá? Ég held að ég hafi verið 8-9 ára. Þá var ég með svo mikla draumóra að gera hitt og þetta. Og þau voru svona, ég er náttúrulega ekki að lasta foreldrar minn, þetta eru góðir foreldrar, en þau drógu svolítið úr mér. Ég held að þau hafi verið bara að vernda mig. Vernda mig fyrir að ef hlutinir færu ekki eins og ég áætlaði þeir færu, að ég myndi ekki bara gráta eða bara brotna niður, sko. Ég held að það hafi svolítið verið að passa það. En það er ekki alltaf sem ég vill sætta mig við það. Út af því að hlutir sem ég langar að gera ganga stund mikið upp. Og þá er erfitt að takast á við það að vera ekki alveg svo allir hinir. En ég er bara svakalega stórhugald. Ef að gera eitthvað, sko, þá nægir mér ekki að gera eitthvað pínu lítið, sko. Ég verð að helst að taka allan pakkan á sama deginum, sko, sem er stundum ekki hægt, en ég er farin að skilja það í dag að góðir hlutir gerast hægt. Og nú ætlar Magnús Helgi að flytja okkur frumsamdalagið Stúlkan á barnum. Já, hann til aðstofur að hljómsveitin Spútnik, gjörðu þessu vel. Satt ég frekar lengi, horfð á fólki, drekk úr glösum, síðan sá ég þessa stelpu, hún var ekki eins og ég. Við erum ekki alveg eins og allir hinir. Við erum ekki alveg eins og allir hinir. Síðan gekk ég til hennar, þá sá ég hana standa upp. Hún gekk út, ég á eftir. Ég kallaði, bíddu, þú hana. Við erum ekki alveg eins og allir hinir. Við erum ekki alveg eins og allir hinir. Við urðum vinir. Við urðum par. Hún fékk sjálfstraust sem hún þurfti sér að lífi hefur tilgang. Við erum
Já, þetta var að Magnús Helgi með sitt frumsamda lag Stúlkan á barnum.